Stjórnvöld í Úkraínu og Rússlandi saka hvort annað á víxl að rjúfa 30 tíma vopnahlé sem Rússlandsforseti lýsti yfir í gær. Hernaðarsakfræðingur segir trúverðugleika Rússa til friðarumlitana engan og áframhaldandi átök framundan. Matvöruverslun í Breiðholti hefur verið lokað eftir að skordýr fundust í matvælum. Grunur leikur á að vörum hafi verið pakkað inn í falsaðar umbúðir við óheilsusamlegar aðstæður. Lögregla rannsakar ítrekuð brot á matvælalöggjöf. Biskup Íslands gerði stríðsglæpi og mannréttindabrot að umfjöllunarefni í páskapredikun í hátíðarmessu í Dómkirkjunni í morgun. Hún hvatti fólk til að taka afstöðu með þeim sem minna mega sín. Enginn kaffiilmur liggur lengur yfir Eyrinni á Akureyri því nú hafa síðustu kaffibönina verið brenndar þar eftir nærri 100 ára sögu. Brennslan flytur til Njarðvíkur. Sól, súkkulaði og samvera með fjölskyldunni einkenndi páskadag hjá yngstu kynslóðinni. Það var sumarlegt að lítast á Klambratúni þar sem fjöldi fólks naut veðurblíðunnar. Komið sæl og gleðilega páska. Það var komið að fréttum þennan páskasunnudaginn. Heilbrigðiseftirlitið hefur lokað matvöruverslun í Hraunbergi í Reykjavík eftir að skordýr fundust í matvælum. Þá er grunur að þeim vörum hafi verið pakkað með ólöglegum og óheilsusamlegum hætti. Lögregla rannsakar skjalafals og ítrekuð brot á matvælalöggjöf. Verslunin er hér við Hraunberg við Fjölbrautaskólann í Breiðholti og Gerðuberg. Inni í henni er annars vegar rekin hársnyrtistofan DJQ og hins vegar Naija Food Market sem þýðir nígerískur matarmarkaður. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hóf skoðun á versluninni í janúar eftir að skordýr fundust í baunapokum sem þar voru til sölu. Baunirnar voru innfluttar frá Nígeríu, líkt og margar aðrar vörur sem seldar voru í versluninni. Og þá sjáum við ýmislegt annað sem við höfum að skoða þarna inn í búðinni saman við þær matvörur sem þar voru á boðstólum. Svo sjáum við líka skordýr í fleiri matvælum þarna á staðnum. Til dæmis bjöllur. Vöruúrvalið í versluninni var nokkuð fjölbreytt, líkt og sjá má á myndböndum sem eigandinn hefur birt á netinu. Það var sem sagt mikil fjöldi matvæla, voru sem sagt með þannig merkingu að grunur vaknaði það að þarna væri verið að svindla, að gefa rangar upplýsingar hvaðan matvælin væru. Það var sama lótunúmer á fleiri matvælum, sama framleiðandanum. Grunur leikur á að matvælum hafi meðal annars verið pakkað hér á landi sem fyrirtækið hafði ekki leyfi til þess að gera, né meðhöndla matvæli með neinum hætti. Þá hafði fyrirtækið einungis heimild til þess að flytja inn vörur frá evrópska efnahagssvæðinu. En við fundum þarna líka matvæli sem að voru greinilega upprunnin annars staðar. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fóru í framhaldinu í sameiginlegar aðgerðir þar sem versluninni var lokað, starfsleyfi afturkallað og öllum vörum fargað. Málið er nú til rannsóknar hjá lögreglu þar sem grunur leikur á skjalafals og ítrekuð brot á matvælalöggjöfinni. Við höfum áður þurft að farga matvælum sem voru þarna á staðnum út af svipuðum brotum. Óskar hvetur fólk til þess að láta heilbrigðiseftirlitið vita, sjáu það eitthvað sem betur mætti fara. En þetta er að verða algengara heldur en það var matvælasvindl, grunur matvælasvindl, það sem er verið að raunverulega blekkja neytendur uppruna matvælana, hvað þau eru, hvað tegundir jafnvel. Blekkingin felst í því líka þá að það er verið að gefa upplýsingar, að gefa þetta kynna matvælum sem pakkað við aðstæður sem eru í lagi, þannig að heilsusamlegar aðstæður. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti segir vopnahlé sem Pútín Rússlandsforseti boðaði í gær strax hafi verið rofið af rússneska hernum. Rússar hafa einnig sakað Úkraínumenn brot á því. Zelenský hefur birt nokkrar færslur á samfélagsmiðlunum X í dag þar sem hann sakar Rússa að hafa haldið árásum sínum áfram þrátt fyrir vopnahléð. Hann segir rússneska herinn hafa gert 46 sprengjuárásir og 900 skotárásir frá miðnætti. Zelenský flutti páskadags ávarp sitt í morgun og hvatti ukrainsku þjóðina til að halda áfram baráttu sinni. Наш народ долає дуже важкий шлях, але я впевнений, ключове слово тут долає. І попри все, ми кожного ранку знаходимо в собі сили, щоб прокидатись, рухатись, щоб робити своє. Ástrós, nú ganga þessar ásakanir á víxl og bara 4 klukkustundir eftir að þessu meinta vopnahléi, er eitthvað hægt að spá fyrir framhaldið?
Já, Zelenski hefur kallað eftir því að þetta vopnahlé gildi í 30 daga, frekar en 30 klukkustundir. En það hefur ekkert heyrst í rússneskum stjórnvöldum varðandi framhaldi, það hvort þau vilji eða hafi áhuga á að framlengja þessu vopnahlé. En friðarviðræður munu halda áfram í London í vikunni milli rússneskra og úkraínskra stjórnvalda með aðkomu Bandaríkjamanna. En við ræddum í dag við hernaðarsérfræðing sem sagði að trúverðugleiki Rússa sé í raun enginn hjá Vesturlöndum og Evrópa þurfi að stíga upp. Þarna snýst þetta einhvers konar almannatengsla skilaboð og vantarlega afstöðu þá gagnvart Bandaríkjunum sem hafa sagt að þau séu íhuga að draga sig út úr friðarferlinu eða friðarumleitunum og kannski þykir Pútín það miður. Hann hafi verið mjög hagfellt honum nálganir Bandaríkjanna þannig að maður velti fyrir sig hvort að það búið þarna undir einhverju leyti. Hann segir að það hafi verið fyrirséð frá upphafi að einhliða yfirlýsingar Rússa vopnahlé væru marklausar. Ég held trúverðugleiki Rússa sé nákvæmlega enginn hjá Vesturlöndum þannig að þeir eru kannski að tala við einhverja aðra. Ég meti eins og ég sagði þannig að þessi eru einhverju leyti að tala við Trump-stjórnina sem hefur verið þeim hliðholl og hafa náttúrulega aðra með sér í liði eins og Kína og Norður Kóreu og Íran þannig að þetta er ekki beint til brúks þar. Þá hafi það í raun enga þýðingu að Rússar hafi ekki staðið við gefin loforð. Þeir eru kannski reyna að láta Úkraínumenn líta illa út en við skulum ekki gleyma að Úkraínumenn samþykktu 30 daga vopnahlé sem Bandaríkjamenn stungu upp á í Sádi-Arabíu sem að Rússar hafa síðan ekki tekið undir. Þannig að þarna Pútín að reyna að snúa umræðan einhver leyti sér í vil en þetta allt mjög gegnsætt hvað þetta einhvern veginn klaufaleg aðferðafræði og nálgun. Ítrekka verið staðnir að því að segja ósatt og þetta bara annað dæmi það. Og það áframhaldandi átök framundan. Þetta friðarferli sem Bandaríkjamenn reyndu að leiða og allar núna ganga frá að manni heyrist var aldrei mjög trúverðugt. Þannig að nú boltinn eins og hann hefur verið undanfarna mánuði bara hjá Evrópu sem þarf að stígu upp og tryggja einhvern veginn að sé hægt að ná að stilla til friðar en til þessar hugrekki af hálfu Evrópu og herstyrk. En Ástþór, nú þetta vopnahlé núna miklu meira greinilega í orði en á borði. Þetta vopnahlé núna bara eitthvað leikrit? Já, það hafa nú einhverju sagt og Erlingur sagði hér áðan að það mögulegt að Pútín hafi með þessu vopnahlé bara vilja ná til Trump og stjórnvalda í Bandaríkjunum því það kemur svo skömmu eftir að Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, ræddi við fjölmiðla að Bandaríkin færu að draga sig úr þessum friðarviðræðum ef það færi ekki að draga til einhverja tíðinda í þeim. En við ræddum einnig í dag við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og hún segir að það sé ekki marktakandi á einhliða yfirlýsingum Rússa. Ég bind voni við það að það þokist núna eitthvað áfram á næstu dögum. Ég ætla að leyfa mér það. En það má ekki vera eins og ég segja á kostnað þess að Rússar fái allt sitt fram. Að það verði á kostnað þess að Úkraínumenn gefa eftir einhverju leyti fullveldi sitt, friðhelgi landamæra, einhverju leyti sjálfstæði, það er ekki ásættanlegur friður. Þess vegna hafa öll Evrópulöndin, hvort sem þau eru innan Evrópusambandsins eða utan eins og Bretland og Noregur og Ísland, við höfum undirstrikað það að friðurinn í Úkraínu þarf að vera langvarandi og réttlátur friður. En einhliða yfirlýsingar Rússa, það er greinilega ekki mjög mikið marktakandi á þeim. Ísrael segir viðurkenni nú alvarleg mistök þegar 15 bráðaliðar voru drepnir á Gaza í síðasta mánuði. Lík bráðaliðana fundust illa leikin í fjöldagröf og það er rétt að vara við myndum og lýsingum í þessari frétt. Ísraelski herinn gaf út skýrslu í dag þar sem segir að stjórnendur hersins hafi gert alvarleg mistök. Hermenn á vettvangi hafi ekki virt skipanir né sagt rétt frá atburðarásinni eftir á. Niðurstöður rannsóknar á vegum Rauða hálfmánans gáfu til kynna að mennirnir hefðu verið bundnir á höndum og fótum og svo skotnir af stuttu færi. Í skýrslu Ísraels hers er þeim ásökunum hins vegar hafnað. Myndband sem New York Times birti af atburðinum sýnir bráðaliðana vel merkta sinna slösuðum farþegum eftir bílslys. Þegar maðurinn sem tekur myndbandið upp gengur að slystaðnum heyrast stanslausir skotkvellir. 8 hinna látnu voru sjúkraflutningamenn á vegum Rauða hálfmánans í Palestínu. 6 voru úr þjóðverðarliði Palestínu og 1 starfsmaður Sameinuðu þjóðanna. 1 bráðaliði lifði árásina af, hann var bundinn á höndum og barinn.
Framkvæmdastjóri Rauða hálfmánans í Palestínu fordæmdi árásina og sagði alþjóðleg mannúðarlög vera skýr vernd þeirra sem starfa fyrir mannúðarsamtök í stríðsátökum. Biskup Íslands hvatti landsmenn til að standa með börnum, saklausu fólki og friði í predikun í Dómkirkjunni í morgun. Samfélagið megi ekki vera hrætt við að taka afstöðu með mannréttindum. Biskup Íslands Guðrún Karls Helgudóttir predikaði í hátíðarmessu í Dómkirkjunni í Reykjavík að morgni páskadags. Þar talaði hún meðal annars árásir á Úkraínu og stríðsglæpi á Gaza og mannúðarkrísuna þar. Þau sem verða undir, það eru börn og það er saklaust fólk og við eigum alltaf að standa með þeim og það er engin pólitík. Við eigum bara að vera á móti stríði. Þá fjallaði hún hvernig sótt er að mannréttindum, sér í lagi réttindum minnihlutahópa. Það er transfólk og það er hinsegin fólk og það er líka verið að skerða réttindi kvenna. Það er, má segja, krafa afslátt á mannréttindum úr óvæntri átt, úr vestri, frá þjóð sem að við hingað til höfum talið að deildi svona mestur leyti okkar gildum og það er ofta erfitt að standa gegn svona. Og það ríður á að við stöndum öll saman vegna þess að við erum hér að tala líf fólks og við erum að tala mannréttindi allra. Samfélagið megi ekki hræðast að taka afstöðu. Við eigum alltaf að standa með mannréttindum og við eigum að standa með rétti fólks til þess að lifa með reisn, alveg sama hvar það er í heiminum. Fólk upplifi óöryggi í síbreytilegum heimi. Svarið sé kærleikur. Þar á kirkjan svo mikið að gefa og þess að kirkjan snýst nákvæmlega þetta, kærleika. Og Frans Páfi kom fram á svalir Péturskirkjunnar í Róm á Ítalíu í morgun. Hann óskaði mannfjöldanum á Péturstorgi gleðilegra páska veikri röddu. Páfinn sem 88 ára hefur verið mjög heilsuveill undanfarið en hann lá nýverið á sjúkrahúsi vegna lungnabólgu. Páfagarður hafði ekki staðfest að Páfinn myndi taka þátt í páskahátíðinni í ár. Í yfirlýsingu sem var lesin upp fyrir hans hönd fordæmdi Páfinn bæði gyðingahatur og hina hryllilegu stöðumála á Gazaströndinni. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Le sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Og með tengt páskum, samvera með fjölskyldunni og súkkulaði það besta við páskana að mati viðmælenda fréttastofu á Klambratúni í Reykjavík í dag. Þar lék veðrið við gesti og gangandi. Sólin skein á heiðbláum himni á höfuðborgarsvæðinu í dag og þó að hitinn hafi ekki náð 2 stiga tölu nýttu margir páskadag í útiveru. Á Klambratúni var margt manninn. Flugdrekar sáust á lofti, fjölskyldur grilluðu saman og fóru í frisbeegolf og nutu sín við hina ýmsu leiki. Dagurinn byrjaði þó á páskaeggjaleit hjá flestum. Inn í ofni. En var það nokkuð búin á bráðuna? Nei. Ég fann það fyrst þegar ég var að fela páskaeggi hjá mömmunni. Svo fann ég það á snaga. Líma í sjómatinn. Og búið að líma það undir? Já, undir döllum. Hvað er það besta við páskana? Bara páskana. Bara njóta að vera eins með fjölskyldunni minni og bara, já. Súkkulaði. Og þegar maður er búinn að slaka á og borða mikið súkkulaði, þá er bara eitt að gera. Hoppa á æslabelginn og hlaupa saman. Nammi næsti og leika, fara á æslabelginn og leika okkur bara. Já, að hoppa. Og þó að æslabelgurinn hafi verið vinsæll viðkomustaður var ýmislegt annað að gera. Síðasti skammturinn af kaffibaunum hefur verið brenndur í húsi 9 kaffibrennslunar á Akureyri. Fyrirtækið hefur brennt og malað kaffi í bænum nærri 100 ár. Já, þetta er
síðasta brennslan hérna á Akureyri í þessari vél. Húsið hérna fyllist af mjög góðum kaffiilmi núna. Eigið ekki eftir að sakna þeim stoltið að vera með kaffiilmin hérna úr? Já, pínu. Ég er búinn að vera hérna í 52 ár, þannig að ég er orðinn vanur þessum. Og það má segja að Akureyringar séu líka orðnir vanir ilmnum sem liggur frá Tryggvabrautinni. Þar hafa baunir í til dæmis Braga og Rúbín kaffi verið brendar síðan 1957. Fyrirtækið á sér þó enn lengri sögu. Kaffibrennsla Stefáns Árnasonar opnaði í miðbænum fyrir rúmum 90 árum árið 1931. Nú er brennslan rekin undir merki Kaffitárs eftir nokkra samruna og eigendaskipti í gegnum árin. En öll þessi ár hefur kaffi verið brent á Akureyri en nú á að flytja ofninn til Njarðvíkur. Ef við hefum þetta koma brennslunni fyrir hér, fyrir norðan, þá hefum við þetta stækka húsnæði og það ekkert pláss hér í Tryggvabrautinni. Stærsti markaður fyrirtækisins er á Suðvesturhorninu svo það er líka hagræðing í að minnka vöruflutninga milli landshluta. Helgi ítrekar þó að áfram verði afgreiðsla og lager í gamla húsinu og engum starfsmönnum hafi verið sagt upp. Akureyringar geti enn verslað sitt gamla góða kaffi þó brennsluofnin flytji suður. Við komum til með að vera með stóran lager hérna fyrir austan og svo líka hér. Það er meira pláss fyrir kaffi. Ferfætlingar og fylgdarlið þeirra fá nú enn betri aðstöðu á ferðalögum þegar nýtt brottfararhlið fyrir gæludýr verður opnað á flugvelli einum í Kína. Alþjóðaflugvöllurinn er í Guangdong héraði og þar verður allt sniðið að þörfum þeirra sem vilja fljúga með gæludýrin sín á milli staða. Dýralæknar og dýrasnyrtar verða á staðnum ef á þarf að halda og ýmislegt við að vera fyrir ferfætta ferðalanga á meðan beðið er eftir flugferðinni. Og þá að veðri. Páskadagur var bjartur og fagur víða land og þá sérstaklega landið sunnan og vestanvert. Loftmassin yfir landinu er þó frekar kaldur og því næturfrost að mælast víða, en daghiti náði hæst 12 stigum vestanlands. 10 stigum var það víst vestanlands. En ekki eru mikla breytingar á veðri næstu daga og annar dagur páska verður því nokkuð svipaður hvað varðar veður. Allt veðurspá næstu daga loknum íþróttafréttum. Liverpool nálgast enska meistaratitilinn í fótbolta óðfluga. Þegar 5 leikjum er ólokið vantar liðið 1 sigur í viðbót til að verða meistari í 20. sinn. Karlalið Grindavíkur í fótbolta ætlar að spila heimaleiki sína í Grindavík í sumar. Engir kappleikir hafa verið í bænum síðan hann var rýmdur í nóvember 2023. Þá mun það hjálpa bæjarbúum mikið að koma aftur heim. Og deildarmeistarar Hauka fóru með látum af stað í undanúrslitum úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í gærkvöldi og völtuðu yfir Val. Íþróttir eftir andartak. Skulum við fara yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Stjórnvöld í Úkraínu og Rússlandi saka hvort annað á víxl að rjúfa 30 tíma vopnahlé sem Rússlandsforseti lýsti yfir í gær. Hernaðarsakfræðingur segir trúverðugleika Rússa til friðarumlitana engan og áframhaldandi átök framundan. Matvöruverslun í Breiðholti hefur verið lokað eftir að skordýr fundust í matvælum. Grunur leikur á að vörum hafi verið pakkað inn í falsaðar umbúðir við óheilsusamlegar aðstæður. Lögregla rannsakar ítrekkuð brot á matvælalöggjöf. Biskup Íslands gerði stríðsglæpi og mannréttindabrot að umfjöllunarefni í páskapredikun í hátíðarmessu í Dómkirkjunni í morgun. Hún hvatti fólk til að taka afstöðu með þeim sem minna mega sín. Engin kaffiilmur liggur lengur yfir eyrinni á Akureyri því nú hafa síðustu kaffibraunar verið brendar þar eftir nærri 100 ára sögu. Brennslan flytur til Njarðvíkur. Sól, súkkulaði og samvera með fjölskyldunni einkenndi páskadag hjá yngstu kynslóðinni. Það var sumarlegt að lítast á Klambratúni þar sem fjöldi fólks naut veðurblíðunnar. Það var þetta upptalið hjá okkur þennan páskasunnudaginn. Fréttavaktin okkar heldur að sjálfsögðu áfram allan sólhringinn á ruv.is. En takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum helgina. Njótið kvöldsins og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Hann eiginlega alveg að vera bara klár. Þetta er bara síðustu sentimetrarnir sem ég á eftir að vinna við hann. Landinn, páskaþáttur Landans mannlífið í landinu. Landinn leitar upp í skemmtilegt fólk í bæjum og sveitum og skoðar áhugaverða staði landshorna á milli. Ljósvíkingar,
Ný íslensk kvikmynd æskuvini sem reka fiskveitingastað á sumrin í heimabæ sínum